Hér erum við í Einarsbúð sem í ofsalega fallegu húsi hérna í Hafnarfirði, einu af mörgum fallegum húsum hér. Og þú, Antonía, sérð hér sunnudagana, þar sem þið föndrið og gerið alls konar og ert alfróð jólasiði. Hvað geturðu sagt mér svona jólasiði? Þeir eru mjög ólíkir eftir löndum, það ekki? Já. Sem sagt á sunnudögum ég hér með unglinga frá Hollandi, Þýskalandi og Ungverjalandi sem eiga það sameiginlegt að hafa sungið í Óperuakademíu unga fólksins í sumar og þau sem sagt syngja jólalög tengt þessum löndum og ég reyni að bera saman jólahefðir úr þessum löndum og það mjög mismunandi. Já. Já. Þú ert frá Ungverjalandi. Já. Jólahefðirnar þar, eru þær mjög ólíkar þeim sem gerast hérna á Íslandi? Já, frekar. Já, frekar. Undirbúningin náttúrulega það sama en svolítið í öðrum hætti. Hér mikið ljósadýrð og jólasveina. Við eigum bara einn karl sem heit Heilagur Nikulás í gamla daga og heitir bara Nikulás eða vetrarafi hérna nú til dags og hann gefur ríkulegar gjafir. En svo jólin, við skreytum jólatrí bara 24. desember og já, mikið jólagjafir líka en jólaskreytingar við notum ekki mikið af serjum, miklu frekar þurrkaðir ávextir, nitur og korktappar. Enda Ungverjar drekka mikið vín og láta ekki korktappana fara til spillis. Gaman að föndra úr þeim. Og þú ert með hérna sunnudögum þessar föndurstundir þar sem að þú kennir fólki að föndra ýmislegt frá alls konar löndum. Já, föndurinn reyndar bara frá Ungverjalandi. Þetta svolítið mikið öðruvísi með við íslenskan föndur. En söngurinn og sögurnar eru náttúrulega frá þessum þremur löndum. Ungverjalandi, Hollandi og Þýskaland. Geturðu sagt okkur einhverja skemmtilega jólasögu eða sögu af einhverjum jólasið í öðrum löndum sem ólíkur því sem á Íslandi? Já, mér finnst hollenska jólasveitin frekar ofbeldisfullur. Ósækir krakkar fá músagildru í pókana til að láta klemma puttana þeim. Já. Nei. Jú, og eða þau geta fengið líka svona kústaskap og vera lamin með þeim. Já, það eins gott að vera góður krakki í Hollandi. En nú eins og í Íslandi þá náttúrulega jólakötturinn og Grýla. Alltaf eitthvað svona dálítið ofbeldisfullt eða illt tengt í jólunum í öllum heiminum? Það eitthvað sem... Jú, allavega í Evrópu. Nikulás með þjóna sína sem kallaði annarkvort svarti bitur eins og í Hollandi til dæmis eða svona krampusar eða svona litlir púkar í Þýskalandi og Ungverjalandi og ungverskir krampusar eru bara góðir svartir krakkar með horn og skott sem eru að bera póka hans jólasveinsins en púkarnir í Þýskalandi, krampusar í Þýskalandi taka ósektu börnin og henda í pókan og fara með þeim burt. Einmitt. Já. Það bara eins og Grýla eða... Já, það enginn veit hvað gerist með þessum börnum. Nei. En þetta alltaf svört börn og það eru svartir aðstofamenn. Þetta kannski svolítið á gráu svæði svona í dag. Þetta ekki mjög... Já, ég hef heyrt það mikið vandamál í Hollandi sem var skrítið allavega mínu mati að þessi krakkar eru svartir af því að þau voru svo mikið sóta sig út í strompunum. Ekki að þau eru svart liðið. Já, það nýja útskýringin? Nei, það var alltaf þannig. Það alltaf þannig? Já, var mér sagt. Já, akkurat. Já. Og í Ungverjalandi, þessi púkar eru í rauninni bara svona eins og litlar djöflar, en samt svona sætar í útgáfu og djöfullin hefur alltaf verið svartur, með svona rauðan, allavega
krakkarnir voru ekki rasistar út af þessu, held ég. Nei. Allavega ekki í Ungverjalandi. Nei, en þetta eru svolítið merkilegar hefðir og þær eru mjög ólíkar eftir löndum. Já. Svo er það heilagur Nikulás. Ég frétti að þú kynnir dálítið merkilega sögum hann. Já, hann hérna í gamla daga, ég meina gamla daga áður en kommunistar ekki skall á í Ungverjalandi eftir seinni heimsstyrjöld, þá var hann bara góður heilagur karl, svona verndardýrlingur og var alltaf haldin messa í katólskum kirkjum landsins, honum til heiðurs. Og jú, hann gaf eitthvað smá í skóinn, hnetur og epli og eitthvað svona. En svo bara komu kommunistarnir, sá og sigruðu með súkkulaði og vopni og afhelguðu karlinn. Og núna er hann ekki neitt einhvern heilagur heldur en bara Nikulás eða vetrarafi og hann gefur sko mikið af gjöfum. Ég hef fengið frá honum stærri súkkulaði. Nikulás er stærsta dúkkurnar mínar og ennþá stærri súkkulaði stígvél. Já, já. Og já, sem sagt þetta var nú fyrsta skref, sem sagt súkkulaði. Svo komu bækurnar. Það bara fullt af sögum og sönglögum og bókum hann og ævintýri hans. Hann á að koma gegnum skóinn til barnanna og hann lendir alls konar ævintýrum. Týnir bókan sinn og verður hræddur við alls konar dýr og gerist alltaf eitthvað skemmtilegt. Og næsta skrefið var pósturinn. Það var hægt að skrifa bréf til hans og öll þessi bréf fóru í sömu skrifstofu þar sem bréfin voru lesin. Og ef einhvern krakki segjum að bað Nikulás að biðja pappa að hætta að berja þau heima, þá kom barnaverndarnefnd til sögunar. Þannig að þetta var alvöru sko. Wow. Og ef einhvern krakki átti ennþá stærra vandræðum, til dæmis vera dauðvona, þá fekk síðustu óskina uppfylltan, fekk að hitta fræga personur eða fekk að ferðast. Og þetta var allt ekkert upp á sjónvarp og sýnt í sjónvarpinu. Þetta er svona alvöru? Þetta var sko alvöru. Og ég veit ekki hvort það sé ennþá til þessi skrifstofa, en það er 23 ár síðan að ég flutti til Íslands. En þetta var svolítið merkilegt. Og það nýjasta æði sem ég hef séð á netinu, að það er sem sagt félag, jólasveinafélag, og þeir eru náttúrulega langbestir Nikulásar þarna. Og þeir vinna eftir ströngum reglum. Þeir eiga að vera allir álíka stórir og feitir með alvöru skegg, hvítan skegg, auðvitað. Og þeir til dæmis eiga að vera lagvissir og mega ekki borða lauk. Mega ekki borða lauk? Nei, á meðan jólastósi stendur yfir. Þeir eiga að vera vel snyrtilegir og vel líktandi. Akkurat. Já, og þá borða maður ekki lauk? Einmitt. Svo ég bara býð eftir hvenær jólaparfumið fyrir jólasveinana kemur í markaðinn. Ég er ekkert að grínast. Ég held að það sé næsta skrefið. Og nýjasta nýtt er sem sagt að einn lítið þorp í Ungverjalandi heitir Jólaþorp í alvöru. Það er nafnið á staðnum og það er mikið að vera jólin. Og það nýjasta sem ég las á netinu úr þessum stað, það var svona mótorhjólakeppni fyrir jólasveinana. Já. Já, sem sagt ekki öll villistan eins. Nei. Og það getur greinilega ekki hver sem er orðið jólasveinn? Allavega ekki svona besti jólasveinn úr félaginu sko. Nei, akkurat. Örulega nokkrir sem eru sjálfstæðir. Já. En svo var líka stofnaður hljómsveit sem semur jólalög og flytur jólalög og hún Fanny, dóttir mín, ætlar einmitt að syngja eitt lag frá þessari hljómsveit sem fjallar strák, Miska, sem reynir að plata jólasveinin
hvis vi sätter skoin hans pappa syns utan klukka. En hann fær bara fullorðinsgjafir því miður. Þá er komið að lokum hjá okkur í föstudagstættinum hérna í jólaþorpinu í Hafnarfirði. En við skulum ljúka þessu á ungversku jólalagi en það eru mæðgurnar Antonia Hevesi og Fanny Lísa Hevesi sem ætla að flytja það fyrir okkur. Verið sæl. Boldog, mint csak Miska szokok, megjárt a szegényke, mert a felnőtt nagy cipőből pipa dohány, vastag szivar, borotva krém, zsilett penge, kacagott fel